Íslensk kona með Parkinsons sjúkdóminn laus við nær öll einkenni hans eftir langa og erfiða heilaaðgerð sem hún gerst undir fyrir viku. Hún segir þetta allt annað líf og sér nú fram á að geta gert hluti sem flestir aðrir telja sjálfsagða. Hugrún Halldórsdóttir segir frá. Sólveig Eggertsdóttir greindist með Parkinsons sjúkdóminn fyrir 14 árum og hafa síðastliðin 3 ár verið henni mjög erfið. Fyrir aðgerðina tók hún sterk lyf 9 sinnum á dag, átti erfitt með gang og þjáðist af miklum aukakippum sem hafði þar afleiðingar að daglegar athafnir líkt og að borða reyndist henni erfiðar. Nú viku eftir aðgerð eru kippirnir á bak og burt, lyfjaskammturinn hefur verið lækkaður og Sólveig gengur eðlilega. Ég er með svo nýslegin túskildingur eiginlega. Og fyrir langt fram úr þeim vonum sem ég hafði að þetta geti haft þegar ég ákvað að fara í þessa aðgerð. Sólveig í raun svo hress að hún farin að arka á göngum Landspítalans. Þetta bara eins og nýtt líf svolítið, held ég, því að það er farin einkennin sem voru svo sterk og sem voru erfið. Áhættuþættir aðgerðinnar eru margir en aðal áhættan er heilablæðing. Sólveig segir ákvörðunina að gangast undir aðgerðina þó ekki hafa verið erfiða. Vegna þess að ég finnst ekki hafa neina að tapa. En þess að bara hafa eitthvað að vinna. Heila aðgerðin tók 12 klukkustundir og var Sólveig vakandi mest allan tíman. Hún með 3 skurði á höfðinu þar sem svokölluðum rafskautum var komið fyrir. Snúra liggur frá þeim undir húðinni og tengist heila gangþræði sem græddur var í brjóstkassa hennar. Straumurinn frá honum slær á sjúkdómseinkennin. Þetta var ekkert voðalega erfitt. Þetta var þess virði, skilur, og meira en það. Og hún segir aðgerðina þó ekki lækna sjúkdóminn. Þetta er kannski lengir tíman sem ég hef 5 ára, 10 ári, ég veit ekki, því hvað er heppin. Aðgerðin var í höndum Hjálmars Bjartmars, tauga- og heilaskurðlæknis, sem Sólveig kallar kraftaverkamannin. Hjálmar segir fleiri en Parkinsons sjúklinga gangast undir aðgerðir sem þessa, til dæmis þeir sem þjást af skjálfta eða krömpum, flogaveiki og þrálátum verkjum. Flest af þeim fá kannski minkun á einkennum sínum upp undir 80% eða meir. En það er ekki allir, þetta er mjög misjafnt eftir sjúklingum, hversu mikil einkenni hverfa. Og þeir eru ánægðir með framfarir hennar Sólveigar? Mjög ánægðir. Nú tekum við endurhæfingu á Sólveigu og í raun lífið sjálft. Já, ég ætla að fara á hestbak, byrja því og svo ætla ég að fara í sund. Og bara svona, það er margt sem ég get að gera sem ég gæti ekki gert áður, sko.